Ég ætla sem sagt að tala mikilvægi verndar og endurheimta vistkerfa og ég ætla að byrja á því að minna okkur á þær endurteknu áminningar sem við höfum verið að fá í alls konar skýrslum að við, þar að segja mannskepnan, höfum farið illa með vistkerfi jarðar. Og þessar skýrslur þær draga fram dökka mynd og meðal annars hversu mörgum tegundum við höfum tapað en einnig bara almennri rýrnun á líffræðilegri fjölbreytni. Og það er líka mjög skýr skilaboð í þessum skýrslum hversu að við verðum að horfa til náttúrulegu vistkerfan okkar og hversu mikilvæg þau eru. Og það eru líka skýr skilaboð í þessum skýrslum frá Sameinuðu þjóðanna að við þurfum að vernda vistkerfin og að endurheimta þau sem hafa hnignað. En endurheimt vistkerfa, eða vistheimt sem stytting, er það ferli sem miðar að því að bata vistkerfi sem hefur hnignað, skemmst eða eyðilagst, þannig að það nái fullri virkni. Á síðustu árum hefur mikil áhersla komið á þennan málaflokk allan heim og það er líka hér heima. Og það, í takt við þetta og þarfirnar að þá ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að tileinka þann áratug sem að nú er að hefjast, 2021 til 2030, endurheimt vistkerfa. Í upphafi ársins þá var sett af stað innlend vefsíða áratug vistheimtarinnar og hann byggist á opinbera vefnum og ég hvet ykkur til að kynna ykkur báða þessa vefi. En meðal þess má finna hér er sú áhersla sem lögð er á að hámarka nettó ávinning innlendrar líffræðilegrar fjölbreytni. Við þekkjum það öll að á Íslandi erum við með mikið af hnignum og hrundum vistkerfum. Og það er ljóst að á síðustu öldum, allt frá landnámi, þá höfum við tapað mjög mikið af líffræðilegri fjölbreytni. Vegna þessarar hnignunar og jarðvegsrofs. Við höfum samt ekki þekkingu, við getum ekki í magn sett þetta, en við getum fullyrt að það er mjög mikið sem við höfum tapað. Og efsta myndin þarna til vinstri, að hún er svolítið sjónræn, hún sýnir okkur þetta dálítið vel, hvað mikið af jarðvegi hefur tapast á þessu svæði. Og með jarðveginum þá töpum við jarðvegslífinu sem þar var og við höfum líka áður að þá var gróður sem hélt þessum kerfum saman og hann er líka horfinn með allri sinni líffræðilegu fjölbreytni. En við megum samt ekki tala niður vistkerfin okkar. Við eigum enn mikið að verðmæti vistkerfum sem við þurfum að vernda og sagan segir okkur líka að við getum og við höfum tækifæri til að bæta hnignu vistkerfi með endurheimt, þar að segja hjálpa náttúrunni að hjálpa sér sjálf, með því að ýta undir náttúrulegu ferli í framvindu. Markmiðin geta verið fjölbreytt en við þurfum að hafa alltaf í huga og bak við eyrun líffræðilega fjölbreytni vegna þess að það er undirstaða allra þeirra þjónustu sem vistkerfin veit okkur. Og til að undirstrika það sem að bæði Steinunn og Snorri töluðu þá verðum við að muna að líffræðileg fjölbreytni er á mörgum stigum lífs. Og í vistheimt þurfum við að hafa þau öll í huga. Okkur hættir flestum til að einblína á tegundafjölbreytnina. Meðal annars vegna þess að það er auðvelt að telja tegundir. En við verðum sífellt að minna okkur á að önnur stig eru til staðar og þau eru mikilvæg. Og mig langar í lokin aðeins að horfa sérstaklega á fjölbreytni innan tegundar. En við þurfum að skipta máli og við þurfum að hafa hann í huga þegar við erum til dæmis að skipuleggja endurheimt, til dæmis endurheimt birkiskóga. Við höfum tapað 95% af birkiskógunum okkar, en þetta er eitt af lykilvistkerfum Íslands og þetta eru einu náttúrulegu skógarnir okkar.
við landnám þá þekktu þeir 25–40%, það ekki alveg öruggt hvar talan liggur nákvæmlega en allavega þeir voru mjög víða. Í dag útbreiðslan 1,5%. Þannig að með tapi á skógunum þá höfum við að sjálfsögðu tapa mikilli líffræðilegri fjölbreytni á öllum stigum í rauninni, skipulagsstigum lífs. Því að við höfum tapað mikilli erfðafræðilegri fjölbreytni þori ég að fullyrða, en einnig mörgum tegundum að minnsta kosti staðbundið sem að hafa vaxið með birkinu. Endurheimt birkivistkerfisins mikilvægt verkefni í dag og við erum einmitt byrjuðum nú á þessu ári í nýtt stórt verkefni sem við köllum birkivist sem að mjög margar stofnanir koma að, en því ætlað að auka skilvirkni og skapa tækifæri við endurheimt þessa vistkerfis. Og meðal annars þá erum við að skoða hvað takmarkanir, bæði vistfræðilegar en líka samfélagslegar takmarkanir og eins umhverfislegan ávinning af endurheimt þessa vistkerfis. En það sem ég langar að benda líka sérstaklega á, það þessi útbreiðsla sem við höfum í dag og ég tel að mjög mikilvæg í núverandi birkiskógum. Þetta úr landsúttektinni frá skógræktinni, en eins og þið sjáið að þá birki að finna nokkurn veginn í öllum landshlutum. Og þegar kemur að endurheimt vistkerfa þá þetta mjög mikilvægt. Vegna þess að þessar leifar sem af birkiskógunum víða geta verið frá bara litlum birkilundum og þá erum við samt að geyma erfðaefnið þarna og þetta mikilvæg uppspretta fræs sem við getum nýtt okkur í endurheimtinni. Þannig að eina áskorunum að finna leiðir til að skapa aðstæður fyrir fræ til að geta spírað og birkiplöntur að vaxa upp. En við stöndum ekki bara, það eru margar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í dag. Það ekki bara líffræðileg fjölbreytni og minnkandi fjölbreytni, hún hluti af stærri mynd. Og við þurfum að vinna að því að vernda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni í samhengi við aðrar stórar áskoranir, eins og hér sýndar og alþjóðasamfélagið hefur meðal annars gert samninga Og í öllum tilvikum að þá þurfum við að taka þessa stóru mynd með í því sem við erum að fást við. Og hluti af því að takast á við allar þessar áskoranir samtímis endurheimt vistkerfa eða vistheimt. Takk fyrir.